Við erum semst að fara að gera 100. resúm meðferðina, en resúm meðferð við blöðruhálskirtilsstækkun og eins og margir vita þá stækkaður blöðruhálskirtill vandamál sem að fer að herja á karlmenn þegar aldurinn færist yfir og stækkaður blöðruhálskirtill getur valdið vandræðum með þvaglát og oftast erum við að byrja á því að nota lyf þá, svona í upphafi til þess að meðhöndla einkennin, en þau duga stundum ekki til og sumir einstaklingar vilja ekki fara á lyf og þá förum við að íhuga inngrip og hér á Íslandi erum að ræða tvenns konar inngrip sem koma til greina, annars vegar þá heflunaraðgerð á blöðruhálskirtli sem hefur verið framkvæmd í áratugi. Og svo þessi meðferð tiltölulega ný á nálinni og sem heitir sem sagt resúm og gufu meðferð og gengur út á það að sprauta heitri vatnsgufu inn í blöðruhálskirtilinn til þess að minnka hann. Markmiðið sem sagt að minnka kirtilinn og létta á stíflu og bæta þvaglátin. Þetta inngrip sem framkvæmt bara hérna á göngudeildinni. Sjúklingurinn vakandi á meðan á sig stendur, við leggjum staðdeyfingu og sjúklingurinn fær sljókandi lyf í æð en bara vakandi og þarf ekki að fara upp á skurðstofu á meðan að heflunaraðgerðin sem við höfum verið að gera, þar þarf sjúklingurinn að hún þarf að fara fram inn á skurðstofu í svæfingu eða mænudeyfingu. Strax eftir meðferðina þá hleypur bólga í kirtilinn og svo bólga þarf að fara úr og það tekur nokkra vikur og meðan þá finnur sjúklingurinn fyrir ákveðnum óþægindum við þvaglát og getur sér blóð í þvagi og svo framvegis en það eru einkenni sem að ganga yfir á nokkrum vikum en mjög mikilvægt að sjúklingur séu upplýstur það fyrirfram að við búast við þessu sko. Þetta hefur gengið bara vel og náttúrulega með frábært starfsfólk með mér og komnir mjög góða rútínir í kringum þetta og þetta farið að fljóta mjög vel. Þá hefur þörfin fyrir heflunaraðgerðir minnkað, þannig að það þetta ávinningur líka að það léttir á skurðstofustarfseminni að þurfum ekki að gera eins margar slíkar aðgerðir, geta gert þessar aðgerðir frekar þó. Við erum ekki að gera þessa meðferð á allra stærstu blöðruhálskirtlunum. Þar eru notaðar aðrar aðferðir. En svona fyrir utan það þá raun og veru geta allir svo sem með blöðruhálskirtilsstækkun sem valda einkennum fari í þessa meðferð sko.